Góðan daginn. Uh, ég heiti Jón Helgi Stefánsson og stýri þessu viðburði og langar mig bara að bjóða til hjartanlega velkomin á þetta fræðslunefnd okkar. Í dag mun Finnur Richard Andrason halda erindi sem hann nefnir áskoranir og tækifæri í endurheimt votlendis á Íslandi. Í lok erindsins verður tími fyrir spurningar og ég vil biðja ykkur að skrifa spurningarnar sem brenna á okkur. Það stendur QA þetta niðri og ég mun svo fara yfir þær og spyrja Finn spjörunum úr. Viðburðurinn lýkur ekki seinna kl. 1600 þannig þið getur alveg farið að ná börnum leikskóla og svona eftir það. Annars þá okkur bara ekkert að vanbúnaði. Við gefum þér með hér orðið, Finnur. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir það, Jóhann. Bara gaman að fá þetta tækifæri til þess að vera með þessa kynningu. Ég ætla að byrja að dela skjá. Já, Finnur heiti ég sem sagt og þetta erindi mitt í dag fjallar rannsóknarverkefni sem ég vann fyrir landgræðsluna núna í sumar. Og markmiðið mitt í rauninni að miðla svona helstu niðurstöðum rannsóknarverkefnisins og hvernig mætti nýta þessar niðurstöður til þess að ná meiri árangri í endurheimt votlendis á Íslandi. Ég mun byrja á því að fara yfir mikilvægi verkefnisins, tilgangs þess og aðferðafræðina sem ég notaðist í verkefninu. Síðan mun ég fara yfir helstu niðurstöðurnar sem skiptast á í áskoranir og tækifæri. Síðan mun ég fara í tillögur og úrbótum og lokum fara yfir hver næstu skrefin varðandi þennan málaflokk gætu verið. Þannig mikilvægi verkefnisins, tilgangur og aðferðafræði. Mikilvægi verkefnisins markaðist í rauninni að yfirvofandi hnattrænu áskorunum sem við standum frammi fyrir í dag og það eru þá loftslagsbreytingar sem er talað mikið í almennri umræðu en svo var tap á líffræðilegri fjölbreytni ekki síður mikilvægt þó að sé mun minna rætt þessa hnattrænu áskorun í almennri umræðu. Tilgangur verkefnisins var sem sagt að kortleggja þær áskoranir og þau tækifæri sem eru til staðar varðandi endurheimt votlendis á Íslandi. Verkefnið telst í rauninni sem hluti af aðgerð B2 í áætlun verndun votlendis sem kom út í fyrra, 2021 og fellur einnig undir aðgerð E4 í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum sem kom út 2020. Og aðalspurningin þá í rauninni hvers vegna erum við ekki að ná meiri árangri, hver eru áskoranirnar sem standa í vegi fyrir meiri árangri og hvar liggja tækifærin til þess að takast á við þessar áskoranir. Og til þess að svara þessari spurningu þurfti að afla nýrra upplýsinga og vildi ég sérstaklega einblína á að afla upplýsinga út frá sjónarmiði þeirra hagaðila sem að tengjast landbúnaði á Íslandi. Því að mér og okkur, þeim sem ég vann með hjá landgræðslunni, okkur fannst þetta vera svona helsta sviðið eða helsti hluti þessa málaflokks sem að vantaði þekkingu inn í. Og síðasti tilgangur verkefnisins svo auðvitað að leggja til lausnir út frá þeim áskorunum og þeim tækifærum sem að borin voru kennsla. Varðandi aðferðafræðina þá byrjaði ég að hanna ramma og rannsóknarspurningar fyrir verkefnið í samvinnu við landgræðsluna. Síðan fór ég eftir það í tiltölulega óformlegt mat á fyrirliggjandi upplýsingum, sem að lesa í gegnum skýrslur og stefnur og svona til að kynna mér hvaða upplýsingar lægju nákvæmlega fyrir. Að þessu loknu gat ég farið í val á þeim viðmælendum sem ég vildi taka viðtöl við fyrir verkefnið. Og fyrst þetta var svona 2 mánaða sumarverkefni þá var tími að skortum skammti og mér langaði svona að finna færri heldur en fleiri aðala sem væru þá lykil aðalar sem geta endurspeglað svona víðari sjónarhorn eða viðhorf stærri hópa. Þannig á endanum tók ég 8 viðtöl
7 fóru fram í raunheimum og 1 í gegnum fjarfundabúnað. Viðtölin voru tekin upp úr þeim vann ég svo handrit sem ég greindi svo í gegnum kóðunarforritið NVivo, leitaði að svona mynstrum varðandi upp úr svorum viðmælendanna og svo að lokum skrifaði ég skýrslu og afhenti landgræðslunni og ég svona að fá aðstoð svona í lokametrunum við að setja upp skýrsluna og munum vonandi koma út á næstu dögum. Rétt áður en ég fer demba okkur inn í niðurstöðurnar þá langaði mig að kynna stuttlega svona almennt votlendi á Íslandi og í rauninni mikilvægi af hverju þetta verkefni sérstaklega mikilvægt í íslensku samhengi og það aðallega vegna þess að á seinni helmingi síðustu aldar þá var rosa mikið votlendi framræst á Íslandi og var þetta komið áfram af ríkisstyrkjum og talið að 420.000 hektarar votlendis hafi verið framræst eða 42% alls votlendis á Íslandi og að í dag sé skurðþekjan því 33.000 kílómetrar. Það talið að þrátt fyrir að markmið þessara ríkisstyrkja til þess að ræsa fram votlendi hafi verið að auka rækt og svona styrkja landbúnað á Íslandi þá hafi í rauninni stórt hlutfall þessa lands aldrei verið nýtt í landbúnað og sé ennþá stórt hlutfall sem ekki í notkun í dag. Þegar votlendi ræst fram þá breytast aðstæður ansi mikið í þessu vistkerfi í jarðveginum. Vatninu veitt úr jarðveginum og hann þornar og þá kemst súrefni að í meira mæli og við það þá byrja rotverur að brjóta niður kolefni og annað lífrænt efni mun hraðar heldur við þær súrefnisvirtu aðstæður sem eru í votlendi vegna vatnsins sem í jarðveginum og einnig þá skerðist líffræðileg fjölbreytni við rask á votlendi. En við endurheimt votlendis, þegar fyllt upp í skurði og vatnsstöðu komið aftur í sömu hæð og var áður en að votlendi var raskað, þá í rauninni endurskapast upprunalegar aðstæður á ný. Auðvitað sjaldan 100% alveg eins og það var í upphafi áður en að raskið átti sér stað, en engu að síður þá þetta ná miklum árangri við það að endurheimta þau gæði þessa vistkerfa sem í rauninni einkenna vistkerfið. Það þá há vatnsstaða og ákveðnar tegundir plantna og dýra sem búa þar og auk þess mikil geymsla á kolefni og öðru lífrænu efni. Ef við færum okkur yfir í helstu niðurstöðurnar. Skýrslan inniheldur nokkra hluta. Fyrst tekið saman helstu hagaðila sem tengjast endurheimt votlendis á Íslandi, þeirra svona hlutverk og ábyrgðarsvið. Síðan tekið saman viðeigandi lög, reglugerðir og stefnuskjöl sem eru viðeigandi fyrir endurheimt votlendis á Íslandi. Síðan tekið saman þær 16 áskoranir sem ég fann í rannsóknarverkefninu, 11 tækifæri og svo að lokum 10 tillögur að úrbótum. Þessar áskoranir eru margar, 16 talsins og eru samverkandi áhrif milli þessara áskorana, þannig að þær tengjast inn á milli og gera það kannski að enn annarri áskorun. Tækifærin hins vegar ríma í mörgum tilfellum við þær áskoranir sem eru til staðar og svo voru tillögurnar og úrbótum unnar til þess að takast á við þessar áskoranir á sem skilvirkastan og áhrifvirkastan hátt og til þess að nýta tækifærin sem best. Varðandi áskoranirnar, þá grunnáskorunin við endurheimt votlendis á Íslandi það að það skortur á framboði af roskuðu votlendi til endurheimtar. Þannig að það í rauninni lítill vilji landeigenda almennt til þess að endurheimta votlendi. Og þetta í rauninni afleiðing margra annarra áskorana sem ég mun núna fara í gegnum. Í rannsóknarverkefninu voru það 4 áskoranir sem komu hvað oftast upp í viðtölunum og eru taldar að vera svona þær áskoranir sem hafa hvað mest áhrif, hamlandi áhrif á endurheimt votlendis
og mun ég fara yfir þær fyrst og kannski aðeins meiri smáatriðum heldur en þær hinar áskoranirnar sem komu fram. Fyrsta áskorunin að þessum stóru 4 áskorunum skortur á fjárhagslegum hvötum. Það kom oft fram í viðtölunum og í rauninni staðan sú að landeigendur fá í rauninni, það engir fjárhagslegir hvatar fyrir landeigendur við það að endurheimta votlandi. Framkvæmdakostnaður greiddur af Landgræðslunni eða votlendissjóði ef þess óskað og ef það samstarf milli landeigenda sem í endurheimt og þessara stofnana. En það í rauninni engin fjárhagslegur ávinningur umfram bara þennan framkvæmdakostnað. Þannig að það talið að sé stór áskorun sem að koma í rauninni veg fyrir það að margir landeigendur séu viljugir til þess að endurheimta votlandi á sínum jörðum. Og þá í þessu samhengi vaknar sú spurning hvernig það best að hátta slíkum hvötum. Hvort að það að koma í gegnum með opinberu fjármagni, mögulega gegnum búvörusamninga, eða hvort að það frekar að búa til einhvers konar kolefnismarkað þar sem að kolefniseiningar eru keyptar og seldar. Næsta áskorun sem talin vera hafa hvað mest áhrif á endurheimt votlendis neikvæð og óupplýst umræða, eða almenn umræða. Og þetta í rauninni snýr að því að í fjölmiðlum, á samfélagsmiðlum, út í samfélaginu frekar svona polariseruð umræða endurheimt votlendis. Mjög mikil neikvæðni, ekki bara gagnvart aðgerðinni sjálfri heldur neikvæðni beitt af ákveðnum aðilum og svo ákveðin upplýsingaóreiða sem að ríkir þegar mismunandi staðreyndum fleygt á ýmsum stöðum á þess að sé endilega vitnað í það svona vísindalegu forsendur sem líka þar á bakvið. Og þessi í rauninni neikvæð og óupplýsta umræða ýtir undir sundrung og upplýsingaóreiðu og hefur í rauninni þau áhrif að landeigendur síður líklegir til þess að ráðast í endurheimt vegna þessara neikvæðni og upplýsingaóreiðu. Annað sem tengist umræðunni það að það sé mögulega of mikil áhersla á kolefnisávinninginn, að þeir aðilar sem að tala fyrir endurheimt votlendis leggja of mikla áherslu á þann loftslagsávinning sem að getur áunnist með endurheimt. Og þetta tengist í rauninni þriðju stærstu áskoruninni óvissu vísindalegar forsendur og þó það hafi ekki verið í rauninni forsendur fyrir mig í þessu rannsóknarverkefni til þess að leggja mat á það hvort að það ríkir í rauninni óvissa vísindalegar forsendur eða ekki, þá það tilfinning margra aðila sem að koma að endurheimt votlendis að vísindin, sérstaklega hvað varðar kolefnisávinninginn af endurheimtaraðgerðum, sé ekki alveg skýr. Og þetta verður til þess að það verða deilur vísindalegu forsendurnar hvað varðar kolefnisávinninginn í stað þess að einblína á annan jákvæðan ávinning sem getur hlotist við endurheimt. Og þessi í rauninni óvissa vísindalega forsendur verður til þess að það erfitt að ná árangri þegar ósátt ríkir þessar forsendur, hvort að það sé í rauninni rök fyrir þessari ósátt eða ekki. Og svo mögulega önnur áskorun sem að tengist þessari vísindalega óvissu og það í rauninni skortur á vilja til þess að viðurkenna vísindin. Þannig að það kann að vera einhverjir aðilar vilji einfaldlega ekki viðurkenna vísindalegu forsendurnar þó þær liggi fyrir og ég kannski kem aðeins inn á það í tengslu við aðrar áskoranir. Fjórða af þessum 4 megin áskorunum skortur á fræðslu til viðeigandi hagaðila. Þetta í rauninni á við að landeigendur, skipulagsvaldið og almenningur séu ekki nógu upplýst eða meðvituð þann ávinning sem getur hlotist af endurheimt votlendis og vegna þess að það skortur á þessari þekkingu eða þessari vitund þannig jákvæð ávinning, þá líklegt að það sé í rauninni minni vilji fyrir hendi hjá landeigendum og öðrum aðilum sem að geta endurheimt votlandi heldur en ef að þessi þekking væri ríkari meðal fleiri aðila. Þannig að þetta eru svona þessar 4 stærstu áskorunir sem þetta rannsóknarverkefni leiddi í ljós. Það þá skortur á fjárhagslegum hvötum,
neikvæð og óupplýst umræða, óvissa vísindalegar forsendur, skortur á fræðslu til viðeigandi hagaðila. En svo voru einnig margar aðrar áskoranir, svo sem tæknilegar áskoranir, og það snýr það mest að því að við til þess að endurheimtaraðgerðir takist vel þá þarf að veita vatni á rétta staði til þess að grunnvatnsstaðan hækki eins og menn vilja. Og þá kemur upp svo áskorun að vatninu sem veitt inn á þau svæði sem á endurheimta hafi ekki neikvæð áhrif á þær jarðir sem eru nærliggjandi. Og þetta tengist á næstu áskorunum sjálfrænar og félagslegar áskoranir vegna fyrirbæris sem talað sem nágrannahræðslu, og þá við það að nágrannar þeirra sem fyrirhuga endurheimtaraðgerðir eru hræddir við það að það verði mögulega einhver neikvæð áhrif á þeirra jarðir við endurheimt á nágrannajörð. Hvort sem það ástæði fyrir þessum ótta eða ekki, þá hefur hann engu síður lamandi áhrif eða þau áhrif að færri landeigendur eru viljugur til þess að ráðast í endurheimt votlendis. Endurheimt í tengslu við félagslega áskoranir þá endurheimt votlendis oft litin neikvæðum augum af nærsamfélaginu, þannig að þó að einhver aðili sé kannski viljugur til þess að endurheimta votlendi á sínu landi, þá getur það verið félagslega erfitt fyrir þann aðila af því að það mæti þá mótstöðu frá nærsamfélaginu. Og önnur áskorun sem tengist þessu aftur þá skortur á samráði í kringum framkvæmdir. Og þá talið að ef að aukið samráð hefði verið í einhverjum tilfellum, einhverjum endurheimtaframkvæmdum, þá hefði verið hægt að koma í veg fyrir einhver neikvæð áhrif sem hafa orðið. Í rauninni að nýta staðkunnáttu betur við endurheimtaraðgerðir. Neikvæð viðhorf gagnvart votlendi líka talin áskorun, og þetta snýr aðalega því að votlendi ekki mjög hentug vistgerð til að umgangast, sérstaklega ef að landeigendur eru í búrekstri, bændur, þetta mjög óþægilegt eða óhentugt að fara landið, og því kannski minni vilji hjá bændum að ráðast í endurheimt votlendis allavega í nálægð við hús eða aðra innviði sem mikilvægir fyrir búreksturinn. Skilgreining á framræstu votlendi og landi í notkun einnig talin áskorun. Það að skilgreina nákvæmlega hvenær votlendi framræst, hvenær það ekki framræst, og hvenær það í notkun og hvenær það ekki í notkun, getur verið flóknara heldur en það virðist. Og þá kemur spurningin hver á að skera úr þessa þætti, hver segir á endanum já þetta framræst votlendi sem ekki í notkun og þá það vænlegt til endurheimtar, þannig að þetta svona einhver áskorun sem þarf að takast á við. Svo eru lagalegar áskoranir, þetta snýr þá aðalega að skort á eftirfylgni ákvæðis náttúruverndarlaga sem kveður á að votlendi á Íslandi njóti sérstakrar verndar. Þannig að ef það áform að raska votlendi þá þarf í flestum tilfellum að afla ákveðna leyfa og mögulega fara gegnum umhverfismat. En þessu ákvæði í náttúruverndarlögum virðist ekki vera fylgt nógu vel eftir þar sem að það vitað umtalsvert raska votlendi í leyfisleysi. Önnur lagaleg áskorun hvernig endurheimt votlendi fellur undir lögin. En það svona tæknileg áskorun sem ég held kannski ekki að fara mjög mikið í. Næst síðasta áskorunin þá óskýr ábyrgðarsvið innan á milli stofnana, og þetta tengist þessari lagalegu áskorunum eftirfylgni náttúruverndarlaga, hvaða stofnun ber endanlega ábyrgð á því að framfylgja þessu ákvæði sérstaka vernd votlendis. Og svo einhver önnur verkefni líka sem ekki alveg skýrt hvaða stofnun að takast á við. Síðasta áskorunin skortur á mannauði og fjármagni. Þetta mjög umfangsmikill málaflokkur hvað varðar markmið stjórnvalda í endurheimt votlendis, og það skortur á fólki með rétta þekkingu, og vegna þess að það ekki nógu margir að sinna málaflokknum eins og þá mögulega ekki verið að ná eins miklum árangri og hægt verið að ná með fleira starfsfólki með fullnægjandi þekkingu.
Varðandi fjármagnið þá óvíst hvort að það áskorun í dag, en það líklegt að það verði áskorun í framtíðinni. Ef að vilji landeigenda eykst til þess að ráðast í endurheimtarframkvæmdir, þá gæti skort fjármagn til þess að fjármagna þessar framkvæmdir. En núna til að fara yfir í aðeins jákvæðari hliðar þessa málaflokks varðandi tækifærin. Þá rímar fyrsta tækifærið við fyrstu áskorunina og það rauninni það að mikið framræst votlendis sem ekki í nýtingu og það því til mikils að vinna. Það ekki eins og allt votlendi sem hafa verið framræst í nýtingu, heldur mikið votlendi sem hefur framræst sem ekki í nýtingu og því hægt að endurheimta. Það viðhorf til endurheimta votlendis almennt jákvæð og þetta kannski hljómar skringilega því ég talaði neikvæð viðhorf sem áskorun áðan. Neikvæð viðhorfum snúa kannski það aðalega því að endurheimta votlendi á eigin jörð, en þetta almenna jákvæða viðhorf snýst kannski frekar að því að hagaðalum þóknast fyrst hugmyndin sem slík góð að endurheimta votlendi á landi sem ekki í nýtingu og svo lengi sem það hafi ekki neikvæð áhrif á nærliggjandi jarðir. Svo annar angi hvort að aðilar tilbúnir að ráðast í slíkar framkvæmdir á eigin jörðum eða ekki. Þriðja tækifærið sterk fjárhagsleg staða Íslands og rímar þá við skort af fjárhagslegum hvötum sem áskorun. Þannig að það í rauninni margir möguleikar og fjölbreyttir möguleikar til þess að beita bæði opinberu og eða einkafjármagni til þess að ná fram meiri árangri í þessum málaflokki. Eins og ég nefndi áðan þá oft mikil áhersla lögð á kolefnisávinning endurheimta votlendis, en það tækifæri felast mörg önnur tækifæri í endurheimta votlendis umfram kolefnisávinningin og þar má helst nefna aukin líffræðileg fjölbreytni, bættur vatnsbúskapur, varðveisla næringarefna, bætta ásýnd lands, aukið fuglalíf og fleira. Og það rauninni koma þessum fjölþættu jákvæðu ávinningum meira inn í umræðuna gæti orðið til þess að við höfðum til fleiri og í rauninni sköpum jákvæðari viðhorf fyrir landeigendur til þess að endurheimta út af fleiri ástæðum heldur en bara það að ná einhverjum kolefnisávinningi. Og í tengslum við þetta, að bæta ásýnd landsins og að huga að landinu, þá felast mikil tækifæri fyrir ferðaþjónustu í endurheimta votlendis. Það geti bætt ímynd landsins. Ísland sé það land sem hlúir að landinu og dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda, auk þess sem fullt af ferðafólki kemur ferðast heiminn til þess að upplifa náttúrulegt landslag og skoða fuglalíf og fleira. Þannig að það tækifæri fyrir ferðaþjónustuna. Og svo náttúrulega þessi kolefnisávinningur, þó þessi kannski ekki alveg sátt það hversu mikill hann en það víst að við endurheimta votlendis þá í flestum tilvikum dregst úr losun koltvíoxíðar. Og tengt þessu þá tækifæri í því að bændur geti mögulega kolefnisjöfnað sinn búrekstur við það endurheimta votlendi og þá nýtt það í markaðssetningarskyni eða til þess að fá hærra verð fyrir vörurnar sínar. Það gæti verið tækifæri falin í því að bændur taki á sig meiri ábyrgðarhlutverk eða það sé í rauninni umsjónaraðilar endurheimtaverkefna í staðinn fyrir að það séu margir utanaðkomandi aðilar sem koma að endurheimtinni. Það gæti verið að aukin ábyrgðartilfinning meðal bænda fyrir þessum verkefnum gæti ýtt undir jákvæð viðhorf að þegar bændur í rauninni ráðast í verkefninu sjálfir að þeim finnst þetta í rauninni jákvæðari aðgerð heldur en ella. Og þar leiðandi í rauninni gæti þessi jákvæðu viðhorf smitast út frá verkefnum og þar leiðandi aukið jákvæðu viðhorf almennt meðal landeigenda. Svo samspil vottunaraðila og bætts losunarbókhald sem ég ætla ekki að fara mjög mikið í, en það snýst í rauninni það að ef að kolefnismarkaður verður til þess að kaupa og selja losunarheimildir, þá þarf að fara fram umfangsmikil gagnaöflun til þess að votta þessar einingar og þessi gagnaöflun getur þá nýst í því að bæta losunarbókhald Íslands.
og fá þá í rauninni skýrar línur það hversu mikið framræst votlandi og endurheimt votlandi losar. Næst síðasta tækifærið ræktun og beiti votlandi og þetta í rauninni snýst að því að nýta votlandi aðeins að resa það fram, aðeins að dreifna vatnið úr því til ræktunar og beitar. Það dæmi slíkar aðgerðir í Þýskalandi, þar sem ég held að séu kannski beit aðalega en líka ræktun á einhverjum grasategundum og þetta eitthvað sem mætti skoða í Íslandi. Og svo að lokum felast tækifæri í nýju skipulagi ráðuneyta. Þetta snýr þá helst að því að skyldir málaflokkar sem voru áður í sitt hvoru ráðuneytum núna komnir undir eitt ráðuneyti og þar af leiðandi komnir í meiri nálægð og það getur verið tækifæri því orðið meiri ávinningur af því að tengdir málaflokkar séu meiri nálægð. Þar má helst nefna í rauninni landgræðsluna, votlendismál og landbúnaðarmál. Nú til þess að takast á þessar áskoranir og nýta þessi tækifæri sem best þá lagði ég fram 10 tillögur að úrbótum í skýrslunni og áherslurnar í rauninni og ástæðan fyrir því að það eru svona margar tillögur að áherslur mismunandi hópa og einstaklinga eru mismunandi. Þannig að það þarf fjölbreyttar lausnir til þess að höfða til sem flestra. Það kannski einn hópur landeigenda sem vill helst sjá fjárhagslegar tekjur af því að endurheimt votlandi á meðan það annar hópur sem einfaldlega ekki upplýstur það að endurheimt votlendis geti skilað auknu fuglalífi. Þannig að í rauninni með því að ráðast í fjölbreyttari lausnir getum við náð meiri árangri meðal fleiri hópa. Það að auka fræðslu til landeigenda og sveitarstjórna talið líklegt að auka verulega umfang endurheimtar votlendis og það rauninni bara til þess að sýna fram á, rauninni koma á framfæri þeim jákvæðu ávinningu sem geta hlotist að endurheimt og fyrir sveitarstjórnir til að vera upplýstari mikilvægi og ávinningin. Það sem að sveitarstjórnirnar fara með skipulagsvaldið og þurfa á endanum að gefa út leyfi fyrir framkvæmdum. Það að bæta aðgengi að fyrirliggjandi upplýsingum talið mjög mikilvægt líka. Það fullt af rannsóknum, einhverjar rannsóknir sem eru til sem eru kannski ekki alveg eins aðgengilegar og það getur verið og í rauninni bætt aðgengi að þessum upplýsingum geti aukið í rauninni gagnsæi þeirra upplýsinga sem liggja fyrir. En til viðbótar við það að auka gagnsæi og aðgengi að fyrirliggjandi upplýsingum þá talin þörf á að efla frekar rannsóknir og kortlegningu og það snýr þá sérstaklega því að kortleggja hvar land í notkun og hvar ekki og þar lendi geta forgangsraðað hvar vænlegast að byrja að endurheimta meira í rauninni forgangsraða svæðum. Næsta tillaga að hanna efnahagslega hvata fyrir endurheimt votlendis, hvort sem það þá í gegnum búvörusamninga eða með annars konar notkun á opinberu fjármagni eða með því að skapa eða búa til kolefnismarkað og ef það yrði kosið að fara kolefnismarkaðarleiðina þá þyrfti einnig að finna vottunaraðila til þess að geta vottnað svona réttmæta tilvist þessara eininga. Og svo líka mögulegt að þessi tvö kerfi, opinbert fjármagn og einkafjármagn getur farið saman. Einnig legg ég til að ábyrgðarsvið innan og milli stofnana verði skýrð. Það þá sérstaklega til þess að takast á við það að framfylgja ákvæði náttúruverndarlaga sérstaka vernd votlendis en einnig til þess að takast á við þær áskoranir sem standa í vegi fyrir umfangsmeiri endurheimt votlendis. Ég legg til að sveitarfélög fari í skýrari stefnumörkun, þannig að næst þegar sveitarfélög fara í uppfærslu á stefnum sínum að sjálfbær landnýting og þá sérstaklega endurheimt votlendis og verndun votlendis séu tekin inn í þessar stefnur og það getur farið saman við uppfærslu á aðal- og svæðisskipulagum, að sveitarfélög getur þá kortlagt það votlendi sem hefur verið framræst í þeirra sveitarfélagi og einnig kortlagt hvaða land í notkun og hvaða land ekki í notkun og þá tengt þessari kortleggingu sem ég nefndi áðan til þess að
sveitarfélagið hafi þá yfirsýn yfir það hvar væri hægt að endurheimta votlendið innan þess sveitarfélags. Næsta tillaga að skerpa á undirbúningsferli endurheimtaframkvæmda. Þetta snýr þá aðallega því að gæta þess að það fari nægt samráð fram við viðeigandi hagaðila fyrir hvert verkefni, safna staðkunnáttu, en einnig sjá til þess að gæði framkvæmdanna séu nægileg og að neikvæð áhrif á nágrannajarðir séu takmörkuð. Ég legg til einnig að verndarstaða endurheimts í lögum sé skýrð og að samskipti verði bætt milli þeirra aðila sem koma að endurheimt votlendis og að við tileinkum okkur öll lausnamiðaðri nálgun í þessum málaflokki. Nú erum við búin að fara dálítið hratt yfir mikið efni, margar áskoranir, mörg tækifæri og margar tillögur að úrbótum. En ég tel að næstu skrefin séu í rauninni litast að því að þetta mikilvægur málaflokkur. Það mikilvægt að ná meiri árangri og hraðar, bæði til þess að varðveita líffræðilega fjölbreytni, auka líffræðilega fjölbreytni, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og ná fram öðrum jákvæðum ávinningi. Og þetta einnig mikilvægt í ljósi uppfærðra markmiða stjórnvalda sem komu skýrt fram í nýrri áætlun matvælaráðherra landgræðslu og skógræktarmál. Og það auðvitað tilvalið að nýta niðurstöðu þessar rannsóknar og nýta þær upplýsingar sem liggja fyrir annars staðar til þess að fara í fræðsluátak, til þess að skapa sátt vísindalegu forsendurnar, til að hanna hvatakerfi. Og ég held að aukið samtal og samstarf sé í rauninni lykillinn að því að ná meiri árangri, auk þess að við tileinkum okkur öll eins og ég nefndi áðan lausnamiðaðri nálgun. Í rauninni komum aðeins upp úr þessari neikvæðu og óupplýstu umræðu og reynum að vinna saman að meira árangri sem gagnast öllum viðeigandi aðilum. En þá ætla ég að segja þetta gott og takk fyrir mig.